Ég hef verið söngvari yfir 25 ár. Ég syng rock, blues, soul, jazz og söngleiki. Á þessum tíma hef ég alltaf verið að vonast til að finna hljóðnema sem hentaði vel við allar aðstæður. En hvaða eiginleika þarf góður hljóðnemi að hafa? Jú, í fyrsta lagi má hann ekki fara íla í tíma og ótíma, það sem við köllum feedback. Í öðru lagi þarf hann að virka vel fyrir þína rödd og þinn tónlistarstíl. Viltu kissa og hreinlega éta hljóðnemann eða hafa hann sem lengst frá þér? Annað sem kemur inn í val á hljóðnema er hversu sterkur hann er. Hvort það eru læti í honum eða þú hreyfir puttana mikið þegar þú syngur eða finnst þér gaman að mic droppa. Ekki mic droppa. Ég er búinn að vera ákaflega hrifinn af Sennheiser hljóðnemunum í langan tíma og þá sérstaklega þessum hérna í Evolution 800 línunni. Svo mig langar að kynna ykkur fyrir hljóðnema tvennunni minn í dag. Sennheiser 965 og 935. Takadata! Þetta er 935. Hann er frábær, dýnamískur hljóðnemi eins og flesti sviðshljóðnemar. Hann er sterkur, nákvæmur, áreiðanlegur og á sambærilegu verði og aðrir í sama flokki. Aðalhljóðneminn minn er hins vegar flaggskipið frá Sennheiser og eitt sá besti í heiminum í dag fyrir allar raddgerðir. Hann er kondenser en sú gerð hljóðnema fyrirfinnst oftar í hljóðverum en á sviði. Hann nær hvaða rödd sem er og hvaða söngstíl sem er. Hann er í raun 2 hljóðnemar í einum. Við skulum kíkja aðeins inn í hann til að sjá það betur. Nú beitum við törabræði. Þessi rofi hérna stillir á milli 2 næmnisviða, kardíóid og svo hyperkardíóid. Svo ef að ílið sækir að í hljóðprufu, þá er alltaf hægt að smella yfir á þrengra næmnisviðið. Hljóðnemi 1 og hljóðnemi 2. Það er ekki flóknara heldur en það. Þar að auki er hægt að nota svokallaða low-cut stillingu til að taka út lægri tíðnir eins og vindhljóð og annað sem snertir söngröddina ekki mikið en getur valdið feedbacki. Og að lokum, eða hér þá ekki, fyrir mikla öskrara að þú bara hreyfir hann til og tekur styrkinn niður 10 decibel. Svo ég nota flaggskipið frá Sennheiser E965 sem aðalhljóðnema og svo E935 og þá er ég pottþéttur hvert sem ég fer og málið er dautt. Þetta eru sem sagt hljóðnemandi mínir. Vonandi komandi að notum, setið athugasemdir og spurningar að neðan eða viljið. Takk fyrir, sjáumst!